Í dag ætlum við að læra hvernig við búum til myndir í geogebrum. Við ætlum að teikna stöplarit og kassarit úr skóstærðum sem við erum með hérna. Ef þið vilja auka sjálf þá getið þið sótt þetta skjal bara hérna í kommentunum þegar neðan. En til að byrja með þá ætlum við að búa til lista úr þessum skóstærðum. Það getum við gert með því að velja og draga. Eins og sjáum þá getur það verið ansi snúið. Það eru tvær eða fleiri leiðir til að gera þetta. Getið farið hérna og zoomað út, en þið getið líka búið til lista beint í indeksreitnum hérna í algebruglugganum með því að fara hérna niður og sjá hvað gögnin okkar enda hérna í A55 og byrja í A2, þannig ég ætla bara að búa til lista sem heitir hérna skóstærð er saman sem A2 A55 og þá erum við komin með alla skóstærðina hérna saman í lista. Það er ekki örugglega A55 sem við enduðum á. Jú, A55. Nú, til að teikna stöplarit þá þurfum við að vita hvar stöplarnir eiga að vera og hversu háir þeir eiga að vera. Þannig að við þurfum að flokka gögnin aðeins. Við getum flokkað gögnin með því að láta hann að finna hvaða tölur koma fyrir listanum. Það er skipun sem heitir einkvæmt og listin er skóstærð. Takið eftir því að það sem ég notaði stóran staf hérna, þá verð ég að hafa stóran staf í listanum hérna. Þetta eru þá þær skóstærðir sem koma fyrir sem við sjáum hérna. Það eru frá 36 upp í 48. Hver skóstærð kom oft fyrir? Þá notum við hérna skipun sem heitir tíðni og listi á óflokkuðum gögnum. Þetta eru óflokkuð gögn sem við erum með hérna í upphaflega listanum sem heitir skóstærð. Ég íti bara á enter og þá hoppa ég inn í svigan þar sem hún segir mér við hverju hún er að búast. Og ég byrja bara að skrifa skóstærð. Og þannig erum við komin með tíðnitölur fyrir þessa skóstærð. Og við getum sett þetta hérna inn í töflureiknin til þess að fá tíðnitöflu. En ég sýni það í öðru myndbandi, þannig að nú ætlum við bara að teikna myndir úr þessu. Og þá notum við skipunina stöplarit. Nei, ég ætla ekki að nota þetta, ég ætla að nota það sem komum efst uppi hérna, stöplarit. Þetta hér, listi gagna og listi tíðnitala. Listi gagna bara breytan okkar hvaða gildi koma fyrir. Og það kemur fyrir hérna í lista 1 eða L1. Við skrifum bara L1. Og tíðni er hversu háar tölunar eru. Það er L2. Og enter. Sjáum við hérna þetta 54 vísir til þess að það eru 54 í tölunni. En nú sjáum við ekki tölunar hérna. Og eðlilega því að skóstærðirnar ættu að vera hérna á x-ásnum, þannig að við drögum okkur hérna aðeins til. Og sjáum hérna, við zoomum aðeins út, þessum út. Sjáum við skóstærðirnar hérna að raða þær upp. Þetta vegna skóstærðin 42 frekar og algeng. Það er einhvers svona millibilsástand. Getið ímyndað okkur þetta séu konur hérna og kallar. Við sjáum hérna þetta svona pínu svona tvítoppa. Þannig að hér sjáum við kassaritið. Kassarit getum við leikið okkur aðeins með. Við getum, ef við förum í stillingar, þetta stöplarit sé fyrirgefið, ef við förum í stillingar, þá getum við aðeins átt við hönnuna. Ég ætla að minnka þennan glugga hérna aðeins. Við getum breytt litnum á því. Við getum gert hann meira eða minna gagnsæjan. Við getum líka tekið hverja súlu fyrir sig.
ef við viljum til dæmis sýna hérna súlu 2 sem stærsta, getum við haft hana í öðrum lit og fleira sem við getum átt við hérna í þessu. Nú, næst ætlum við að teikna kassarit úr þessum sömu gögnum. Kassaritið er þannig að við ætlum að nota hérna efstu skipunina sem heitir hliðrun og kvarði og listi á flokkuðum gögnum. Þetta aðeins til þetta. Og hliðrunin er bara hvert viljum við fara með þetta kassarit og það er að vera heppilegt að vera með það hérna fyrir neðan x-ásin, þannig ég ætla að setja hliðrun í -2. Og svo er bara breiddin á því, ég ætla að hafa bara breiddin á því 1 og fer hún 1 upp og niður. Og svo listi á óflokkuðum gögnum, maður getur flakkað fyrir á milli þessara liða hérna með örvutökkum, það er komma á milli liða. Listi af óflokkuðum gögnum, það var hérna við áttum lista af óflokkuðum gögnum í byrjun, það er skóstærðin. Skóstærð. Og þá fáum við kassaritið hérna sem sýnir líka dreifingu á þessum gögnum. Þessi 39 hérna á við miðgildið sem er hérna 39 og við getum líka farið hérna í skóstærðina, í punktana frá hérna hliðina á og beðið bara einfaldlega tölfræði úr þessum gögnum. Þá fáum við mín skóstærð, það er minnsti skórinn, neðra fjórðungsmarkið, við sjáum það á myndinni hér, miðgildið er hérna í 39, efra fjórðungsmarkið hér og max hérna upp á toppi. Fjórðungsmörkin vísa til þess að hér er búið að skipta hópnum í 4 jafnstóra hluta. Þannig að sá fjórðungur sem er með lægstu eða minnstu skóstærðina er á þessu bili, síðan hér, þannig að helmingurinn af hópnum er hérna fyrir neðan og sjáum að sá helmingur hópsins sem er með stóra skó, hann er dreifður yfir mun stærra svæði, það eru færri hérna á þessum stöðum. 48 er hæsta skóstærðin og teygir þetta hérna aðeins upp.